Bókin í áföngum sem gefin var út 1937 eftir Daniel Danielsson lýsir höfundur því meðal annars þegar að menn riðu frá Norðurlandi til höfuðborgarinnar í viðskiptaerindum en tók sú ferð oftast nokkrar vikur í reið. Á þeim tíma var ekki hugsað mikið til þess að þetta væri þolreið en sú var þó raunin. Þarfasti þjónninn nú til dags notaðu til hinnar almennu reiðmennsku, smalamennsku og keppni. Þórarinn Jónasson eða Póri í Laxnesi eins og fólk þekkir hann, hóf hina svokölluðu þolreið árið 1992 og hugmyndin hjá honum hugsuð til árana sem að menn fóru allar sínar leiðir á hrossum. Þolreið íslenska hestsins hefur nú verið endurvakin og ekki eingöngu hér á landi, því nú keppt í Danmörku, Noregi, Svíþjóð og Þýskalandi. Póri hefur lyft grettistaki í þessum málum með aðstoð Icelandair og þessi keppni nú komin til að vera. Keppnin á Íslandi var haldin 20. maí síðastliðinn en þá var riðið frá Víðidal meðfram Rauðavatni og riðið upp á Hólmsheiði framhjá Reykjum, inn Skammadal og endað í Laxnesi þar sem að verðlaunaafhending fór fram. Knapar mættu tímalega með klára sína í læknisskoðun áður en haldið var í keppnina sjálfa. Vel var gætt að því af dýralækni keppninar að öll hross hefði heilsu til að taka þátt í svona þolreið, en það var Þórunn Lára Þórarinsdóttir sem skoðaði alla hestana. Eftir ítarlega skoðun kom í ljós að 3 af 21 hesti fengju ekki grænt ljós frá Þórunni til þess að keppa. Ég fer mjög vel yfir hestana, kíki á hvort þið séu með ykkur sár og fótagerðin á þeim, hvort þið séu nokkuð með bólgnar lappir eða aumir í sinum. Og svo fer ég yfir bak og bara tékka púls og hvort að hestarnir sé ekki góðu ásakomulagi. Hvað var að þessum hestum sem að þú hleyptir ekki í keppnina? Það voru 2 sem voru illa múkkaðir og svo var sá 3. var með eitthvað kvef í lungunum þannig að hann fékk ekki að fara með. Og þeir reyna ekki að múta þér svona? Þetta kannski stóru kallarnir hérna sem eru að reyna að fá mútur til þess að taka bestu hestan á keppnina? Já, svona. Nei, það ekkert mútur í gangi. En þetta háalvara og hrossin þurfa að vera í lagi áður þau fara í svona þunga keppni. Og fólk þarf virkilega, og vera búin að hugsa það, aðtöga vel með skeifur og þukla hestan og tékka hvort þeir séu múkkaðir og fylgjast með öllum smáatriðum áður en fara í svona keppni. Það ekki bara að ríða af stað, það þarf smá undirbúning undir svona. Hestarnir þurfa náttúrulega líka að vera mjög vel þjálfaðir. Og það sést nú svolítið svona á púlsinum og öðru og hvernig þið líta út og annað, þannig að ég fljóta að dæma út ef mér líst ekki á það. Sigurvegarinn frá því í fyrra var þessi gæðingur og eigandi hans Egill Rapp var staðráðinn í því að vinna þetta árið og segir engan vafa á því. Ég ætla að rúlla þessu upp náttúrulega, eðlilega, til að verja. Hvað, þetta löng reið? Ég skildi þetta síðan 20 kilometrar, sem riðið þarna upp yfir. Þú heldur þig svona utan við hópinn og ertu að hugleiða með klárnum? Við erum svona í sálfræðilegum undirbúningi við Eitill. Þetta sami hestur og var stóðið fyrir? Já, 12 metra, freku með afbrigðum og vill bara áfram. Þannig ég vona að hangja baki, það kannski aðalega það. Ræsing hrossa í keppninni ekki flókin, en þau voru ræst með mínútu millivili til þess að hver keppandi hefði smá svigrúm fyrir sig. Hér sjást svo keppendur koma ríðandi niður Hólmsheiði í átt að Mosfellsdal. Í síðasta áfanga keppninar var riðið niður Mosfellsdal í átt að Laxnesi. Þegar hér komið við sögu farið að draga heldur úr hrossum og mönnum eins og glöggt sést á þessum myndum.
Keppendur fengu allar útgáfur af hinu eina sanna íslenska veðri en keppnin endaði í snjókomu í hlaðinu í Laxnesi. Eftir þessa miklu reið sprettu knapar af hrossum sínum og létu þá hvílast í 30 mínútur samkvæmt reglum keppninar, en eftir það var Þórunn mætt vopnuð hlustunarpípu og tók púls og heilsuskoðun á hverju hrossi fyrir sig. Heilbrigður og hraustur hestur á að vera með 36 til 38 slög á mínútu eftir 30 mínútna hvíld. En hvernig var svo ástandið á hrossunum eftir reiðina? Ég bara rosalega hissa á hvað það var gott. Það voru að vísu 2 hestar sem fengu refsistig fyrir púls, en það sem sagt við byrjum að gefa refsistig ef að þeir eru með hærri en 56 slög á mínútu. Já. Og ef þeir eru með hærri en 68 slög á mínútu, sem sagt eftir hálftíma sem þeir koma í mark, þá eru þeir úr leik. En það var engin hestur úr leik og þeir voru bara þessir hestar sem fengu sem sagt háan púls voru bara með 2 refsistig og annar með 1 refsistig og þá sem sagt leggjast 5 mínútur við tíma þeirra. En ástandi var rosalega gott. Ég heyrði það inni þegar þú varst að mæla þá að sumir voru með 10 í púls. Það er nánast bara dauði eða? Nei, já, svo eftir að reikna sinni 4. Ég tók bara á korti stressi, þannig að það var 40. En það var ein stúlka með 9, sem sagt undir 40 púls. Það er rosalega gott, Það er bara nánast eins og hann hafi bara séð í hvíld, Hann hefur ekki fundið fyrir þessu hrossi. Eins og áður hefur komið fram var það Póri í Laxnesi sem kom þessari þolreið af stað og var einn af keppendum sjálfur. En hvernig fannst honum sjálfum takast til í þetta skiptið? Keppendur voru, trú ég, innan við klukkutíma, 19 kilometra. Svo að þetta er alveg frábært og tilgangurinn er auðvitað sá að hinn almenni hestamaður njóti úti verunar, njóti þrautsegi og dugnað íslenska hestsins til þessar tilgangur. Allir geti tekið þátt í þessu, ungnir sem aldnir, það er tilgangur. Nú er þetta ekki bara hér, nú ertu farin að innleiða þetta til nágranna landa okkar og eins og við sjáum síðar í þættinum. Á að fara með þetta lengra heldur en Danmörk, Svíþjóð, Noregur og Þýskaland? Sennilega er Ameríka, ég var búinn að vera með útflutning til Ameríku, til Kaliforníu og það stendur til að taka það, en það er ekki næstu, við ætlum að byggja þetta upp í rólegheitunum í samvinnu við Icelandair sem hefur stutt við bakið á þessari keppni á samt Laxnes hestalegunni sem eru prómótar að þessu og tilgangurinn er eins og ég segi það er að breiða boðskapin út og allir sem eiga íslenska hesta pluss því að kynna landi, þetta er gífurleg landkynning sem það kom yfir 10.000 túristar hérna á ári og sjá fram á það eins og núna útlendingarnir voru að sjá að það er að keppa á íslenska hestunum og allir geta keppt á honum í staðan fyrir sýningarhesta. Það er tilgangurinn. Þáttakan erlendis, hún hefur verið góð? Hún er mjög góð og þetta tekur smá tíma en hugur minn er sá að þessi keppni, hún er eftir að fá meira áhorf í raun og veru heldur en jafnvel heimsmeistarakeppni þó ég tæki svo stórt til orða. En ég skal garantera að það verður innan nokkra ára. Verðlaunaafhending fór fram í hlöðunni í Laxnesi sem er innréttuð sem veislusalur eins og sést á þessum myndum. Haraldur Haraldsson eða betur þekktur sem Halli Andra er sjálfskipaður verndari keppninar og var hann dagskrárgerða fólki þáttarins til mikilla hjálpar. En hér er hann að ávarpa keppendur og gesti og hélt mikla tölu pórakallinn í Laxnesi, gestum og keppendum til mikillar ánægju. En það var svo Ragnheiður Ríkharðsdóttir, bæjarstjóri Mosfellsbæjar, sem afhendi verðlaunin. Keppt var í 2 flokkum, fullorðins- og ungmennaflokk og var það Pétur Andersen sem sigraði fullorðinsflokkin á stóðhestinum Skugga. En hann var á tímanum 52:20. Í öðru sæti var Laxnesbóndinn sjálfur, Þórarinn Jónasson, á lýsing en hann kom í mark á tímanum 53:54. Og í 3. sæti hafnaði Ástvaldur Sigurðsson á honum Gústa sínum á 54,27 mínútum. Í ungmennaflokki sigraði Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir á Tinnu með tíman 49,53. En hún sigraði einnig í keppninni í fyrra og var með besta tíman af öllum í keppninni.
Ingibjörg Guðjónsdóttir, systir Aðalheiðar, varð í öðru sæti á Roða með tíman 51,55. Og í þriðja sæti hafnaði Ragnar Tómasson en hann var 1 klukkustund og 5 mínútur en hann fékk refsistig fyrir að klárin hjá honum kom í mark með ágrip á framlöp. En systurnar Aðalheiður og Ingibjörg ætla að mæta að ári og eru staðráðnar í því að vinna aftur. Já, ég ætla að vinna í þriðja skipti. Voru fleiri úr hestamannafélaginu Herði sem að tóku þátt í dag? Já, bara í fullorðinsflokki samt, ekki unglinga. Mér finnst þú nú samt vera svolítið hóvar. Þú veist að þú varst með besta tíman yfir fullorðinsflokkin líka. Já. Það er fínt, bara. En ætlar þú ekki bara að vinna hérna systur þína á næsta ári? Jú. Alveg örugg á því? Já. Ekki voru allir keppendur sáttir við reiðskjóta sigurvegarans en hann mætti á stóðhesti í feiknaformi. Það vissi allir að því að þetta væri keppni og ég bara kem með það besta sem ég á. Góðan hest sem vill halda áfram og hlýði mér. Virkilega fallegur hestur. Hvaða hestur er þetta og hvaðan er hann? Hann er fæddur mér að segja hestur, svona feikis frá Hafsteinstöðum sem að ég held nú ennþá að sé fallegasti hestur sem uppi hefur verið á Íslandi og geðslægið það getur ekkert verið betra og endið sést að ég ríði honum bara á písk og Þú ætlar að taka þátt að ári liðnu eða ekki? Jú, örugglega. Reynum að koma bara tvíeldi þá. Á sama hestinu kannski? Já, örugglega. Ekki vafamál. Hann þekkir allavega leiðin og hann skilaði þér allavega í mark þá? Hann þekkir leiðina og hann veit hvað er ætlast til. En hvernig stendur á því að bæjarstjóri Mosfellsbæjar tók ekki þátt í keppninni? Það var bara til þess að aðrir gætu unnið, Daniel. Nei, grínlaust. Þetta er náttúrulega ekki akkurat kannski, ekki fyrir mig. Ég hef aldrei tekið þátt í svona lögu. Ég er svona venjuleg hestakona sem bara ríða út mér til ánægju og skemmtunar. Tek ekki þátt í keppnum og hef aldrei gert. Þessi keppni er búin að vera árlegur viðburður hér í Laxnesi og þetta er eiginlega eitthvað sem er komið til að vera og nú er hann farin að dreifa þessari keppni víðar á Norðurlöndum og í Þýskalandi og talaði nú áðan að hann ætlaði nú ekki að fara með þetta til Ameríku strax en upprunnin er í Mosfellsbæ. Já, og Þórarinn í Laxnesi eða Póri eins og við köllum hann er bara framúrstefnumaður og hann fer á stað með eitthvað sem aðrir koma svo í kjölfarið. Hann fór fyrstur á stað með hestaleguna hér, hann fer á stað með þessa þolreið. Þetta er að verða fastur liður og við erum mjög stolt hér í Mosfellsbænum líka í dag vegna þess að 2 fyrstu dömurnar eru úr hestamannafélaginu Herði og það þykir okkur ekki leiðilegt hér. Eftir velheppnaða keppni var slegið upp grillveislu og fólk skemmti sér fram eftir degi í góðra vinahóp og að sjálfsögðu skildu keppendur allir sem vinir. Viku fyrir keppnin á Íslandi voru hestar ræstir í Danmörku en þar var keppnin haldin í fyrsta sinn og fór hún fram í Kolding á Jótlandi. Guðlaug Kristín Karlsdóttir hefur séð framkvæmd keppninar í samvinnu við Laxnes og Icelandair og henni til halds og traust var Guðjón Magnússon hestamaður úr Mosfellsbæ. Knapar voru ræstir frá Trollhedebanen sem er gömul járnbrautastöð í Kolding sem er á Jótlandi. Skemmtileg tilviljun var að eingöngu voru konur sem tóku þátt í keppninni í Danmörku og voru þær allar ríðandi á merum. Dýralæknir keppninar meinaði 2 keppendum að taka þátt þar sem að hross þeirra stóðust ekki dýralæknaskoðun. Leiðin sem riðin var er gamalt járnbrautaspor sem búið er að breyta í reiðstíg og liggur hann skólendi í Kolding og var landslagið stórglæsilegt. Mette Skó sigraði keppnina þessu sinni á merinni Gíslu frá Nýgard og var tími hennar 1 klukkustund og 9 mínútur. Í öðru sæti hafnaði Helle Hansen á merinni Öskju frá Intrup en hún var 1 klukkustund og 11 mínútur og í þriðja sæti varð Katrín Schultz á Frenju en hún varð 1 mínútu á eftir Helle eða 1 klukkustund og 12 mínútur.
Gunnar Már Gunnarsson sá staðarval á keppninni í Danmörku en hann hefur verið búsettur við Kolding með konu sinni Aldísi Einarsdóttur. Á uppstillingadag var keppnin haldin á æfingasvæði fyrir hross þýska hersins sem staðsett við bæinn Plön og var öll aðstaða þar til fyrirmyndar. En það var Ágúst Bæjer sem sá framkvæmd og staðarval á keppninni í Þýskalandi. Ágúst Bæjer rekur hestabúgarðinn Sluensi sem staðsettur í bænum Görnitz en þar voru hinir þekktu knapar Hinrik Bragason og Hulda Gústafsdóttir búsettum árabil. Það voru 22 keppendur sem tóku þátt í Þýskalandi og það skemmtilega við þessa keppni var að 2 hestar af öðru kyni tóku þátt sem gestir. Keppnin sjálf fór fram á æfingasvæðinu sjálfu og riðið var skólendi þar í kring. Til gamans má geta að af 22 keppendum voru aðeins 3 karlmenn í þeim hóp og var einn af þeim sem bar sigur úr bítum en það var Helmut Brimfield á hesti sínum Svertlu frá Stördal á tímanum 1 klukkustund og 8 mínútum. Í öðru sæti var Hanna Progonov á Ófeigu frá Kvíabekk á tímanum 1 klukkustund og 12 mínútum og þriðji í mark kom Lilian Galaderi á Núma frá Sluensi með tíman 1 klukkustund og 17 mínútur. Þolreiðin var ræst í Noregi 28. maí síðastliðinn á búgarðinum Revenhóg en hann staðsettur rétt utan við Oslo og í eigu Trine Dahl en hún á mikið af íslenskum hestum og heldur mikið af námskeiðum og keppnum fyrir íslenska hesta. Keppnishaldarar lentu í örlitlum vandamálum þegar að keppni kom því ekki var hægt að ríða skólendi í grennd við búgarðinn þar sem mikil bleita lá yfir reiðstígum. Þar af leiðandi varð að stytta vegalengdina í 13 km í stað 20. 9 keppendur voru ræstir í þessari þolreið og varð Hanne Hestvík sigurvegari á hestinum Stjarna á tímanum 17:07 og í öðru sæti varð Katarína Eriksson á hestinum Höfða með tíman 20:15 og Elisabeth Locken hafnaði í þriðja sæti á hestinum Opal með tíman 21:01. 2 efstu hrossin hafa tekið þátt í mörgum keppnum í Noregi, bæði í fjórgang og tölti og sást það vel í hversu góðu formi þau voru í þessari þolreið. Frumkvöðull þolreiðarinnar Póri í Laxnesi ánægður með framkvæmd keppninnar og athyglina sem keppnin hefur fengið bæði hérlendis og erlendis. Keppnin nú þegar farin að festa sig í sessi og verður haldin ár hvert hér eftir. Nú framhaldið kemur til með að vera það sama nema gífurlega aukning í þessu. Hérna á Íslandi á þetta eftir að aukast tel ég mjög mikið og á eftir að verða út all land og hestamannafélögum koma til með á næsta ári að senda fulltrúa í keppnina. Ég vil færa Icelandair sérstaklega þakkir fyrir stuðningin gegnum árin hafa alla tíð verið. Þetta eru sem ég sagði áðan veglegustu verðlaun sem veitt eru í þessari íþrótt og ég vona svo sannarlega að Íslendingar taki betur við sér á næsta ári og sem ég veit að þetta eftir að verða og með þessu vil ég þakka öllum sem hafa staðið að þessu innilega. Við endum þennan þáttum íslensku þolreiðakeppnina með myndbandi af lagi Dans Henry sem hann samdi sérstaklega íslenska hestinn. This year beyond the 1,000 the water is healing the road. The horses finally resting from days of heavy load. Oceans without limits, moved by angry winds. The time is taking progress no more. One day the men got busy, grinning like never before. The animals were saddled up, then taken to the shore. No one knew how hard it was for a horse out on the sea. They were loaded up for a week or 3, a few for
eternity. Growing nowhere as days were passing by. The men were mostly eating, at least the horses didn't cry. The strongest beats the weakest, nature gives like nature takes. The bellies got their moments from the aches. You can tell him all your secrets, your friend won't say a word. Always there beside you to take a walk if you get bored. 1,000 years of working, 1,000 years of rest. The horse has come to see the land that his fathers knew best. The grassy fields and the mountain tops, the birds that fills the air, our trusted friends around the world see the past when they're here, running through the summer breeze or walking by the lake. You are looking at an animal that will give without minding.